Smá, preparing to live stream the meeting. Góðan daginn bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, bæjarritari og sem hér komin saman á Zoom fjarfundi. Og ég býð ykkur velkomin á 323. fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann settan. Fundurinn tekin upp og strengt í beinni útsendingu á heimasíðu Fjarðabyggðar og bið bæjarfulltrúum að stilla mute þegar ekki verið að taka til máls. Í upphafi verið að leita hérna afbrigða, bæjarfulltrúum að taka inn fundargerðir eignaskips- og umhverfisnefndar nr. 301 og hafnarstjórnar nr. 270 eins og tekið var fram í fundarboði og bæjarfulltrúar fengu samt fundargögnin á tilsettum tíma. Einnig að taka á dagskrá liðin skuldabréf frá ofanflóðasjóði sem áður var samþykkt lántaka á fundi bæjarráðs og ef enginn veitir því andmælum þá munum við setja þessa liði á dagskrá. Og svo virðist ekki vera og þá dagskrá fundarins eftirfarandi í dag og fyrst á dagskrá fundargerð bæjarráðs nr. 734 og fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar nr. 301 og liðið 3 fundargerð hafnarstjórnar nr. 270 og liðið 4 fundargerð félagsmálanefndar nr. 148. Undir liðnum almenn mál þá eru því 4 mál þar undir, það endurskoðun aðalskipulags Fjarðabyggðar og liður 6 deiliskipulag Hlíðarenda, liður 7 deiliskipulag Eskifjörður miðbær og liður 8 þá skuldabréf frá ofanflóðasjóði. Og þá göngum við til dagskrá og fyrst á dagskrá fundargerð bæjarráðs nr. 734 og orðið laust með fundargerð bæjarráðs. Sigurður Ólafsson formaður bæjarráðs biður orðið gjörsvel. Já, forseti, bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar og það áheyrendur ef einhverjir eru. Aðeins örfá orð hérna fundargerð bæjarráðs. Það liður 1.1 félagslegt leiguhúsnæði, vísað frá félagsmálanefnd til umræðu í bæjarráði. Það eru semst uppi pælingar það að við höldum áfram að grynnka á eignasafni bæjarins. Við erum ekkert átakanlega vel til þess fallin að vera að reka leiguhúsnæði með tilheyrandi viðhaldskostnaði og flækjustigi. Þannig að það eru uppi hugmyndir það að leigufélagið Bríet kaupi fleiri íbúðir á okkur og að við losum okkur svolítið úr því að eiga þetta húsnæði og félagsmálanefnd í raun og veru sér enga sérstaka meinbugi á því svo lengi sem að við höfum aðgang að húsnæði þegar þörf kemur upp fyrir slíkt. Það búið að meta þörfina nokkuð vel og það á að vera hægt að láta þetta ganga upp og ég held að þetta sé gott mál og þetta svona í takti við stefnu og þróun síðustu ára í tengslum við húsnæðismál og bara gott mál ef við komum í þennan farveg held ég. Liður 1.2 leikskólar Fjarðabyggðar. Það sem sagt málefni leikskólana, það sé mönnunar á leikskólan og það var lagt fram minnisblað stöðu mála í tengslu við mönnun leikskólana og staðan þar frekar bara alvarleg, má segja. Það sé að okkur helst ekki vel á fólki. Hlutfall fagmenntaða mjög lágt. Það er mjög lágt á landsvísu en það er skelfilega lágt hjá okkur. Þannig að þetta er eitthvað sem við verðum að takast á við og skoða hvað við getum gert til þess að bæta stöðuna. Og við erum búin að skipa starfshóp til þess að fara yfir málið tiltölulega hratt núna á næstu vikum og eins og þetta stendur þá sá hópur
það sit ég sjálfur og svo sviðsstjóri fjölskyldusviðs, fræðslustjóri, mannauðsstjóri og einn skólastjóri leikskóla og og þessi hópur á að fara yfir stöðuna og gera tillögur að úrbótum. En þetta er alls ekki einfalt mál og þarna erum við að slást við svona nokkuð fjölþættan vanda sem að blasir við náttúrulega víða land og ljóst mál að við erum bara sem samfélag komin í talsverðar ógöngur með mönnun leikskólana og það er alveg mál því að leikskólastigið er gífurlega mikilvægt. Þar eru það er mjög mikilvægt að börn komi þar inn í öruggt og gott og uppbyggilegt umhverfi þannig að streita og vandamál tengd mönnun er ekki beint til þess fallið að skapa slíkt umhverfi og það er á þessu skólatíða sem við eigum að vera að grípa inn í og takast eins fljótt á í vandamál hjá börnum eins og við getum og það er auðvitað erfitt þegar það vantar mikið af fagfólki og það eru skipti á starfsfólki. Þannig að þetta er í raun og veru mál sem við þurfum að taka mjög alvarlega og skoða í alvörunni hvað við getum gert til þess að bæta stöðuna. Liður 1.3, kirkjumelur í Hrafnseyrasveit, hann er búið að ganga þar frá lóðamálum loksins eftir búið að vera nokkuð langt ferli að fá botn í þetta af ýmsum ástæðum en gott mála þetta sé komið núna á þann stað að það sé hægt að fara að ganga í að selja þetta. Ég bara vona einilega að finnist einhver fjársterkur og metnaðarfullur aðili til þess að kaupa þetta og gera eitthvað skemmtilegt með þetta. Ég bý sjálfur í Norðfjarðarsveit og hér skiptir þetta hús ýmsa sveitunga mína bara talsverðu máli, þetta er svona svolítið tilfinningamál. Þannig að ég vona einilega að við sjáum eitthvað gott gerast þar. Nú, svo er það liður 1, 4 og 5 sem það báðist núast fiskeldi í Stöðvarfirði, annars vegar starfsleyfi og hins vegar rekstrarleyfi. Ég ætla að segja nokkur orð um þetta. Við vitum það að laxeldis áform í Stöðvarfirði eru umdeild. Það er ekki allir sammála þar og í meðhöndlun sinni þá ítrekar bæjarráð fyrri athugasemdir og áhyggjur það að það verði að huga sérstaklega að hljóð og ljósmengun og sjónmengun varðandi þetta sjókvíaeldi í Stöðvarfirði. Fjörðurinn er stuttur og það er ljóst mál að þetta mun svolítið blasa við úr bænum og það er svona spurning hvernig þetta passa við ýmsa aðra starfsemi sem er í gangi á Stöðvarfirði og er mögulega framtíð í þar. Tengsli við til dæmis menningarstarfsemi og ferðaþjónustu og ég veit að aðilar í þeim gerum hafa haft að þessu nokkrar áhyggjur og ég skil það mjög vel. En við auðvitað erum í þeirri stöðu að hafa verið óskaplega lítið með að segja sem er líka eiginlega óþolandi að þarna sé hægt að setja niður eldi á þess að við eiginlega getum, við fengjum eiginlega ekki röndu reist þótt að við vildum það. En svo er auðvitað eldið þarna alltaf er í takti við gildandi skipulag og nýtingar á allanir fjarðarna okkar. Þannig að við getum svo sem ekki sagt eitthvað þvert nei sem sveitarfélag. En þótt við gerðum það, þá höfum við ekkert um þetta að segja. Það er bara þannig. Þannig að mér langar bara enn og eftir að minna þetta og hvetja fiskeldi Austfjarða til þess að kynna þessi áform sín mjög vel og gera sitt besta til þess að útskýra það fyrir íbúunum hversu mikið ónæði verður að þessu og hversu mikið er upp úr þess að hafa fyrir íbúa á Stöðvarfirði. Það skiptir auðvitað verulegu máli.
og við verðum að hafa það í huga að Stöðvarfjörður er brothætt byggð og það er rétt að skoða þessi laxeldisáform í samhengi við það og það verður tekið tillit til þess að þetta er staður sem hefur verið fækkun og hann hefur átt undir högg að sækja í langan tíma. Þannig að þetta er eitthvað sem að ég vona að fara allt saman vel, en maður hefur svona ákveðnar áhyggjur af þessu. Já, fleira var það ekki í bili. Og fyrir þetta orðið laust fundargerð bæjarráðs. Aðeins að taka henni til máls undir liðum 4 og 5 varðandi fiskeldi á Stöðvarfirði, en kannski bæta aðeins við þess að kom fram í formanni að einnig hefur verið bent á þetta mikilvægt að staðsetningar siglingaleiða, þessi gætt að þeim sem og hvaða áhrif eldi myndi hafa efnistöku í hafsbotni og jafnframt að hann er eins og komið inn á innan hafnarsvæðis, þannig að það hefur verið bent á þessi atriði. En ekki meira frá mér, en orðið er laust fundargerð bæjarráðs. Það er enginn beðið orðið, þannig að ég ber fundargerð bæjarráðs upp til samþykktar þeir sem hana samþykkja við skemmerki með rétta þá upp hendi. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 2 og það er fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar nr. 301 og orðið er laust þá fundargerð. Það er enginn beðið orðið og þá ber ég fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar nr. 301 upp til samþykktar og þeir sem hana samþykkja með skemmerki. Hún er samþykkt með haldið höndunum upp sem samþykki fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar. Hún er samþykkt með 8 hverjir einhverjar móti, einhver sem sitja hjá. Hún er samþykkt með 8 atkvæðum og Kristinn Þór Jónasson, hann situr hjá. Þá erum við komin í lið 3, það er fundargerð hafnarstjórnar. Orðið er laust þá fundargerð. Sigurður Ólafsson, formaður hafnarstjórnar, biður orðið, skjölsvar. Já, stutt ég glemdi að koma inn á þetta áðan, en sem sagt það er þessi liður sem heitir stjórnkerfisnefnd þarna. Það er að segja við erum að breyta vinnufyrirkomulagi og skipulagi á starfseminni í höfnunum. Og án þess ég ætla að rekja það í nefnum smáatriðum, þá ganga þær breytingar út á að bæta skipulag og draga úr þörf fyrir yfirvinnu og bakvaktir og slíkt. Og við höfum ekki verið í nógu góðum málum með þetta. Þarna hefur verið vinnuskipulag við lýði sem hefur ekki alveg verið að ganga upp. Það hefur verið að safnast upp gífurlega langur frítökuréttur og menn hafa verið að vinna sumir allt og mikið. Við höfum lent í vandræðum með að halda í fólk, sérstaklega ungt fólk af þessum sökum og því var talið mikilvægt að fara í að gera breytingar á þessu og menn telja líklegt að það muni skapast sátt þessar breytingar og svona kynningar á þessum breytingum hafa lagst vel í starfsmenn og það er svona standa vonir til að hjálpa okkur að manna stöður í höfnunum og halda í fólk og þannig að það er svona ástæðan fyrir því að það var farið í þessar breytingar. Fleira var það ekki, held ég, í bili. Þá er orðið laust fundargerð hafnarstjórnar.
Það er enginn beðið orðið og þá ber ég fundargerð hafnarstjórnar númer 270 upp til samþykktar þeir sem hana samþykkja vinsælskjöfmerki. Hún er samþykkt með öllum nýgreiddum atkvæðum. Þá eru komin lið 4, fundargerð félagsmálanefndar númer 148 og orðið er laust þessa fundargerð. Það hefur enginn beðið orðið, þá ber ég upp fundargerð félagsmálanefndar númer 148 upp til samþykktar þeir sem hana samþykkja vinsælskjöfmerki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál. Liður 5, það er endurskoðun aðalskipulags Fjarðabyggðar til fyrri umræðu og ég mun mæla fyrir endurskoðun aðalskipulagi Fjarðabyggðar. Vísað frá eignaskipulags umhverfisnefnd til afgreiðslu bæjarstjórnar aðalskipulagi Fjarðabyggðar 2020 til 2040 til fyrri umræðu. Auglýsingatíma vegna endurskoðunar aðalskipulags er lokið en athugasemdir bárust frá 11 aðilum. Eignaskipulags umhverfisnefnd hefur samþykkt að skipulagsgögnum verði breytt í samræmi við tillögur breytingar frá auglýstri tillögu. Er að ræða minni háttar breytingar og lagfæringar sem ekki eiga við megin atriði aðalskipulagsins. Breytir ekki stefnunni. Orðið er laust þennan lið 5. Jón Björn Magnússon bæjarstjóri beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti og góðir bæjarfulltrúar, bæjarritari hér eru samankomin á fjarfundi. Það var nú vonast til að tími fjarfundana færi aðeins, ég segja minnkandi í nærumhverfinu þó að þeir séu nú góðir til þess að nýta til þess að spara ferðatíma og fleira. En við þurfum eitthvað þá að nýta okkur þessa möguleika. Ég ætla bara aðeins að koma hér inn á aðalskipulag aðeins að fara onni í þá vinnu í einhverju smáatriðum þá samt að hvetja bæjarfulltrúa núna á milli umræðna eins og þeir veit að þeir hafa gert núna að svona horfa vel yfir skipulagið. Í aðalskipulagi Fjarðabyggðar felst náttúrulega gríðarlega mikil stefnumótun sveitarfélags og aðalskipulag og skipulagsvinna er að verða við getum sagt mikilvægari. Þetta er mjög mikilvægt tól í okkar störfum þar sem við mótum framtíðarsýn fyrir sveitarfélagið. Þetta er hún ekki meitluð í stein. Það eru bara, við vitum bara eina tegund sem er meitluð í stein og það sem aldrei var breytt og það voru boðorðin. En þannig að breytingar geta átt sér stað en engu að síður er það mjög mikilvægt þegar við förum í gegnum slíka vinnu eins og þessa að við séum með svona mjög skýra sýn eins og menn birtist mönnum og leið skýra framtíðarsýn. Ég held að það hafi tekist afskaplega vel í þessari endurskoðun núna. Það var náttúrulega heilmikil áskorun fyrir nefndina og fyrir sveitarfélagið að fara í aðalskipulags endurskoðun á COVID-tíma þar sem ekki var hægt að fara með hefðbundnum leiðum kannski eins og menn eru vanir þar sem eru opnir kynningarfrestir en í staðinn var tæknin notuð mjög mikið og fengust bara mjög góð viðbrögð að mér fannst hér í þessu ferli frá íbúum og frá aðilum og hagsmunaaðilum og fleira. Þannig ég held að hafi náð svona ágæti sýn á þetta. Ég ger alveg fastlega ráð fyrir því að því að hvernig maður orðað, maður er fullu bjartsýni núna, kannski meiri bjartsýni núna þetta ofta áður að þegar hér séu margir möguleikar inn til framtíðar. Okkur er tekist að ramma hluta þeim með þeirri framtíðarsýn eins og tengslum orkugarðinn inn í aðalskipulagsgerðina nú þegar með stækkunum og iðnaðarsvæðum og fleira í kringum á Reyðarfirði. En ég er nokkuð viss það að við munum þurfa að takast á og það er gleðilegt að takast á við breytingar og því núna til frambúðar þegar því verkefni fleiti fram, gangi það allt eftir eins og við ætlum okkur og þá séu þarna möguleika sem þurfum að skoða. En engu að síður held ég að við séum komið með sýnina þarna. Það er þetta mjög mikilvægt að við höfum á því skoðanir hvernig þetta er framsett. Ég held að það hafi komið eins og ég sagði áðan vel fram og til full ástæða til að þakka nefndinni og starfsmönnum skipulagssviðsstjóra fyrir þá vinnu sem þarna hefur verið innt af hendi og við hvetjum ykkur til þess að fara vel yfir þetta og nýta eitthvað þetta og við öll í okkar verkum því þarna erum við svolítið að leggja drauginn á þeirri sýn sem við sjáum á sveitarfélagið eins og það birtist okkur í dag með þeim möguleikum að við einhverju þurfa að breyta og engu að síður hvernig við hvað tilfinningu höfum og ég held að fyrir okkur hér í
í þessu samfélagi Fjarðabyggð. Með margt af því sem allavega að teiknast upp núna, þá séu hér mikil tækifæri framundan, gríðar mikil tækifæri. Það okkar að fanga að þetta eitt af þeim tólum sem við þurfum að nota í kringum það og við lögðum svolítið kapp á það í samtölu við fyrirtæki okkar hér líka sem eru í þróun að hafa sem mest undir og þá sýn sem þeir hafa nú þegar að því að það líka mikill ferill að breyta skipulum. Hann tekur tíma þannig að maður reynir svolítið og hefur svolítið reynt veit í vinnu nefndarinnar og þessum athugasemdum að fanga það sem framundan sem ekki sjá líklegt til þess að hægt sé að bregðast við óskum sem hraðast. Þannig að þetta er gott að fá þetta inn, þetta er vel að verka í stað og þegar seinni umræða líka að tekur gildi þá og líka náttúrulega eftir sameiningu þarna fellur saman hið fyrra aðalskipulag sem var í gildi fyrir Breiðdal. Nú þetta aðalskipulag Fjarðabyggðar hinna nýjustu Fjarðabyggðarinnar sem afar mikilvægt núna í okkar sveitarfélagi. Þannig að ég vildi nú svo vekja athygli á því og fagna því að þetta sé komið hér núna í afgreiðsluferli. Það var ekki fleira, takk fyrir. Já, ég þakka fyrir þetta og ég ætla aðeins að taka hérna til máls líka. Það eins og Jón kom inn og það búið að vera mikil vinna hjá nefndinni og þetta áskorun að takast á þetta núna á COVID-tímum. En og hann hefur haldið utan þetta verkefni, hann Árni Geirsson, ráðgjafi hjá Alta og gert það mjög vel og við höfum verið í mjög góðum samskiptum við hann og hann hefur komið inn á marga fundi og það líka ánægjulegt hvað kom mikið af ábendingum og til okkar inn í þessari vinnu þrátt fyrir að við gætum ekki haft þessa opnu fundi en þá var þetta bara netið nýtt betur og eins og bæjarstjóri kom inn á að þetta er gríðarlega mikil vinna, þetta er líka mikilvægt plagg til framtíðar og þetta hangi svona á sama tíma verið að vinna nýju svæðisskipulagi fyrir Austurland sem og svæðisskipulagi Haf og Strand þannig að þetta og sú vinna alls þar í gangi líka þannig að það mjög mikilvægt að það verið að tala saman á milli þessara stefna. En orðið laust lið 5. Það hefur enginn beðið orðið, þannig að ég ber upp lið 5 til samþykktar að vísa aðalskipulagi Fjarðabyggðar 2020-2040 til seinni umræðu í bæjarstjórn. Þeir sem það samþykkja vinsælast gefi merki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 6, deiliskipulag Hlíðarenda, breyting safnasvæði og ég mæli fyrir þessum lið. Auglýsingu breytingar á deiliskipulagi með vísa frá eignarskipulags- og umhverfisnefnd til afgreiðslu bæjarstjórnar, tillögu að auglýsa breytingu á deiliskipulaginu Hlíðarenda. Breyting felst í að lóð Strandgötu 98 breytt í samræmi við færslu hússins og lóð skilgreind fyrir þjónustu og íbúðarhús. Lóð Strandgötu 98B skipt upp í 2 lóðir, Strandgötu 98B og 98C. Strandgata 98B skilgreind sem þjónustu og íbúðarlóð. Strandgata 98C verður skilgreind sem lóð fyrir atvinnu og þjónustu. Innan lóðarinnar verður gert ráð fyrir safnastarfsemi. Bílastæðum fjölgað og útfærslu þeirra breytt. Áður áætluð landfylling minnkuð. En orðið laust þennan lið. Það enginn beðið orðið og þá ber ég eftir samþykktar að auglýsa breytingu á deiliskipulagi Hlíðarenda. Þeir sem það samþykkja vinsælast gefi merki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 7. Deiliskipulag Eskifjörður miðbær, breyting, Lambergsbraut, Viskata og ný lóð. Ég mæli fyrir breytingu á deiliskipulagi. Vísa frá eignarskipulags- og umhverfisnefnd til afgreiðslu bæjarstjórnar að nýju tillögu að breytingu á deiliskipulaginu Eskifjörður miðbær. 4 athugasemdir bárust, lögð fram umsögn sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs vegna athugasemda dagsett 22. nóvember 2021. Umsagnir frá Veðurstofu, Lögreglunni, Minjastofnun Íslands og Haust liggja fyrir án athugasemda.
Eignaskipulags- og umhverfisnefnd tók skipulagið að nýju til formlegrar afgreiðslu að fengnum úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála sem felldi úr gildi staðfestingu bæjarstjórnar Fjarðabyggðar frá 7. maí 2021 á breytingu á deiliskipulaginu. Málsferð skipulagstillögunnar er endur upptekin frá þeim tíma að frestu til athugasemda var liðinn. Orðið er laust þennan lið. Það er engin beðið orðið og þeir sem þetta samþykkja, þá ber ég upp til staðfestingar bæjarstjórnar breytingu á deiliskipulagi Eskifjörður Miðbær. Þeir sem það samþykkja virðast gefa merki. Það er einhver á móti og einhver sem hjásita. Það er samþykkt með 8 atkvæðum og Kristinn Þór Jónasson, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, situr hjá. Þá erum við komin í lið 8. Það er skuldabréf frá ofanflóðasjóði. Bæjarstjóri mun mæla fyrir þessum lið. Já, forseti, eins og kom fram þegar forseti setti fund og leitaði afbrigða, þá var samþykkt lántaka hjá ofanflóðasjóði með hefðbundnum skilmálum eins og menn þekkja á fundi bæjarráðs núna síðastliðinn sem var númer 734. Þar var samþykkt að taka lán hjá ofanflóðasjóði fyrir framkvæmdum í janúar og október núna á þessu ári að upp að 86,6 milljónir króna. Lántakan rúmaðist innan áætlaðrar lántöku sem var í fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar, en má vekja athygli að við erum aðeins svona fyrr á ferðinni með lántökun engu að síður heldur hefðir fyrir að beiðni ofanflóðasjóðs og skuldabréf vegna þess er komið í hús og þess vegna þarf að leggja það hér fram til bæjarstjórnar til samþykktar og jafnframt að veita bæjarstjóra heimild til þess að undirrita skuldabréfið sem er eins og áður segir að upp að 86,6 milljónir króna eins og samþykkt var að bæjarráð að taka lán fyrir og er með hefðbundnu skilmálum lána sem við höfum tekið í ofanflóðasjóði eins og sveitarfélög taka þar vegna ofanflóðaframkvæmda að þeirra hluta sem sveitarfélögin bera kostnað af. Þannig að ég legg þetta hér fyrir fundinn. Takk fyrir. Orðið er laust þennan lið 8. Það er engin beðið orðið og þá ber ég upp til samþykktar að veita bæjarstjóra heimild til að undirrita skuldabréf við ofanflóðasjóð. Þeir sem það samþykkja virðast gefa merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er dagskrá fundarins tæmd og næst verður boðað til bæjarstjórnarfundar sem verður þann 16. desember með dagskrá og ég þakka fundarsetuna og segi fundi slitið.